Ekki hafa liðið meira en 3 dagar á milli storma hér á landi frá því í haust. 40 lægðir hafa gengið yfir landið á 90 dögum. 37 lægðir hafa farið yfir landið frá 1. nóvember. Það hafa sjaldan liðið meira en 3 dagar á milli storma með tilheyrandi viðvörunum og samgöngutruflunum. Það verður fátt verið rætt meira á kaffistofum landsins þennan veturinn en blessað tíðarfarið og sitt sýnist nú hverjum það mál. En nú skulum við bara leggja allt svona tilfinningahjal til hliðar og rýna í hinar ísköldu staðreyndir málsins. Við lögðum upp veðurkort frá því að ballið byrjaði 1. nóvember og hröðum þessum rúmu 3 mánuðum í 20 sekúndna, já, gamanmynd. Látum myndirnar tala. Það sem hefur verið að gerast í vetur að það hafa bara ekki verið hæðir, svona háþrýsti svæði neins staðar í nágrenni við okkur. Af því þau virka oft svona svolítið eins og vörn fyrir þessum lægðum, þau halda þeim frá. Við höfum sem sé verið mjög berskjölduð gagnvart þessum lægðum. Stór kuldakerfi sem bæja lægðunum frá hafa legið yfir Síberíu og Kanada og myndað eins konar trekt yfir Norður-Atlantshafi sem hefur flutt lægðirnar linnulaust af miklu afli yfir Ísland. Það orðið svolítið langt síðan held ég við höfum átt kafla þar sem að koma alltaf svona fáir, eða svo fáir dagar, þessu stuttir gluggar inn á milli. Veturinn hann er sérstakur kannski fyrir það að það hefur verið stormur hér sko nánast upp á hvern einasta dag í mjög langan tíma og það hafa sjaldan liðið meir en 3 dagar og ég held að ég man eiginlega ekki eftir meir en 4 dögum þessi sem var stormviðvörun einhvers staðar á landinu að minnsta kosti. En hvert verður framhaldið? Það er ósköp svipað. Við kannski förum að sjá meira af lægðum þar sem að við fáum rigningu en ekki snjó og svo svona vonandi dvínar þetta nú í apríl og maí. Skulum allavega að vona. Já, og það er svo rétt að minna ykkur á það að vorjafndægur í næstu viku, þannig að það er þó allavega bjartari tímar framundan.